Það eiga bara allir að vita hvað endo er. Það þekkja allir einhvern með endo. Hvort sem að viðkomandi með greiningu eða ekki. Mér leið stundum eins og ég væri bara ein í heiminum sem væri alltaf illt í maganum og alltaf illt í bakinu og alltaf á blæðingum. Ef verkirnir eru mjög slæmir eða hafa áhrif á daglegt líf, þá finnst mér líklegt að endometriósu sé að ræða. Það var eitthvað aldrei athuga neitt. Og svarið sem ég fekk var alltaf bara, ég veit þetta er ógeðslega leiðilegt, en þetta er bara þannig, svona er að vera kona. Ég held að flest allir hefðu gott að því að vita hversu veikar þær eru, sko. Sem betur fyrir það var þetta ekki krabbamein. Þetta var endometriósa. Ég held hún hafi verið 11 ára gömul. Nú þyrfti hún bara að bíta í öxlinn. Ég myndi ekki segja það í dag. Ef hún væri 11 ára og ég vissi að þetta væri sjúkdómur. En þann dag í dag kemur það alveg fyrir að maður einhvern veginn syrgir það að geta ekki horft á dóttur sína bara samtíð. Ég veit að ég mun alltaf lifa við sorg að þetta hafi verið leiðin. Það myndi ég samt ekki breyta neinu.